Það styttist í forsetakosningar og frambjóðendur í óðaönn að kynna sig og sín sjónarmið og málefni. Hér í Menntaskólanum á Akureyri stendur einmitt yfir einn slíkur fundur og hér innandyra eru 4 frambjóðendur og 4 sem sendu myndbönd til að kynna sig. Okkur lék forvitni að vita hvernig ungu fólki líst á forsetaframbjóðendurnar og við ætlum að ganga inn og taka þau tali. Fjöldi nemenda úr Menntaskólanum var mættur í kvosina á kynningafundin þrátt fyrir að nú stæðu yfir próf. 4 af 9 forsetaframbjóðendum mættu á fundin, þau Andri Snær Magnason, Ástór Magnússon, Halla Tómasdóttir og Hildur Þórðardóttir. En þau Davíð Oddsson, Elísabet Jökulsdóttir, Guðni T.H. Jóhannesson og Guðrún Margrét Pálsdóttir nýttu tæknina og sendu kynningamyndband. En Sturla Jónsson, sá 9. átti ekki heimangengt. Mikinn áhuga mátti sjá á unga fólkinu sem spurði fjölmargra spurninga sem frambjóðendurnir svöruðu í stuttu máli því tímann þurfti að nýta vel. Við tókum nokkur ungmennin tali og fengum álit þeirra á frambjóðendunum. Allan gaman að sjá allan að einhverju komi hérna að þessu frambjóðendum og það náttúrulega bara skemmtilegt að reyna að sjá svona alla sem í frambúði. Það kannski svona sumir aðeins meira áberandi heldur en aðrir í fjölmiðlum og svona. Ertu búin að kynna þér stefnuskrá þeirra? Ég myndi nú kannski ekki alveg segja það, en ég búin að fylgjast mikið með þessu fjölmiðlum og kannski meira bara skoða þá sem mér líst kannski best á. Einhver einn sem höfðar meira til þín en annar? Já, eða svona, það kannski 2 sem ég svona að velta fyrir mig núna akkurat, en svona ég samt alls ekki búin að ákveða mig af því að ég ætla að reyna að gefa hinum líka en séns og að heyra hvað ég segja hérna. En þó ég svona komin í ákveðna átt. Viltu gefa hana upp? Já, það ég þá annarkvort að pæla í Guðna eða andra. Ert þú búin að taka ákvörðun hvern þú kýst? Nei, ekki enn. Þess vegna ég hér á fundi að hluta til og nei, mér finnst það náttúrulega mjög margir í frambúði og þannig að ég þarf að hugsa út í hvað hver og einn ætlar að gera og svona sín þeirra en ég hef ekki myndað mér afstöðu með það. Þannig að það engin einn öðrum fremri í þínum huga? Nei, það svona alveg 2 sem ég kannski svona að kannski hugsa á milli en allir ennþá mjög opnir sko. Hver hefur hingað til höfða mest til þín? Mér finnst gaman hvaðan Andri Snær með svona alveg svona ákveðnar hugmyndir. Mér finnst aðri kannski verið alltaf á reiki með sitt eða sem sagt sín svona skilaboð til almennings. Hann með svona bara 4 skýr svona það sem hann vill koma á framfæri. Finnst þér komin tími á konu sem forseta? Já, það væri gott, en ég kannski frekar bara ekkert út frá kannski kynjum en bara frekar út frá stefnumálum sko. Mikil umræða þetta hérna meðal ungs fólks? Já, mjög mikil umræða. Það held ég bara næst í hverjum einsta mattíma sem ég talað hvað eitthvað svona málefni sko. Átt þú einhvern uppáhalds frambjóðanda? Ekki að þessari stundu. Ég að kynna mig fyrir núna helstu stefnumál og bara frambjóðandi almennt. Halla svona smá kannski að Guðna. Hvers vegna? Mér líst vel á að hvernig hann talar að forsetinn eigi að vera svona ópólitískur og óháður og fylgja frekar vilja þjóðarinnar kannski. Finnst þér einhverjum tímapunkt að þessi komin tími á konu eins og margir segja? Já, það mætti þetta fjalla meira konuna sem í framboði út að kannski við þær ekki með mikið fylgi en sumar þeirra eru bara ekki neitt talað þegar kíkt í fjölmiðla alveg og það dálítið synd og skömm finnst mér. En umræðan mikil hérna í Menntaskólanum á Akureyri til dæmis? Já, við skoðum mikið fréttinar og fylgjumst með þeim og sjá hvað frambjóðendurnir að segja hvort það komið einhverjir skandallar eða eitthvað þannig. Ert þú að kjósa í fyrsta sinn? Já, ég að kjósa í fyrsta sinn. Og hvað mikilvægt að ungt fólk nýti kosningaréttin sinn? Mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst að við þurfum að fylgjast mjög mikið með. Þetta eru okkar hagsmunir sem oft verið að ræða og við erum framtíðin. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt að ungt fólk fylgist með. En varðandi forsetakjörið, ertu búin að gera upp hug þinn? Nei, ég ekki búin að ákveða mig. Og það einmitt þess vegna sem ég hérna á þessum fundi. Ég aðeins að kynna mér þetta,
byrja núna að kynna mér, þetta er búið að vera svolítið svona kaotískt hinga til finnst mér, svona allir að bjóða sig fram og maður veit einhvern veginn ekkert hver stefnuskrá hvers og eins. Fannst þér það skýrast á þessum fundi? Já, mér finnst það, ég er svona aðeins að fá betri mynd á þessu núna. Hvað þarf góður forseti að hafa að þínu mati til þess að fá atkvæði? Sko, bara heilstiftur karakter sem veit hvað hann vill og kemur með einhverjar hugmyndir og bara svona skýra stefnu í rauninni. Svona einhver sem maður gæti kannski hugsa sér að treysta sem forseti.